Halleluja. Þetta bara mitt stærsta og pappans stærsta verk í lífinu. Það að sjá börnin sín elska Jesú og fylgja Drottni. Og ég verð bara að segja, Alli og Hulda María voru að spjalla í fyrradag og hún alveg bara, ég þarf nýja biblíu, fór inn í herbyggju og fór bara að lesa orðið og vitið það er ekki til meiri blessun en það að sjá börnin sín á fullu með Drottni. Má ég heyra með við, það voru tímamót hjá okkur alla í vikunni. Við áttum 25 ára brúðkaupsafmæli. Og þið þurfum að bara faðma alla fyrir að hafa verið sýnt þessa trúfesti. Alli magnaður, ég bara trúi ekki hann að við haldið þetta út. Þeir sem að hafa þekkt mig lengi og svo mér fannst hún segja of hátt amen við þessu. Veit ekki Svafa, veit ekki. Og en ég get alveg sagt ykkur það ég hef breyst mun meira en Alli á þessari göngu okkar saman. Og ég þurfti að breytast. Og Guð nota hjónabandi svolítið til þess að breyta okkur. Og kærleikur Alla ótrúlegur. Hann hefur aldrei sagt ljótan hlut við mig, ekki einu sinni. Hann hefur aldrei sagt mér að þegja eða ég veit ekki hvað, aldrei sagt það. Þetta maður með miklum heilundum sem að Guð gaf mér. Og ég vil bara heiðra þennan mann og ég vil bara þakka Guði fyrir þennan mann. Hann frábær. Og ég skal bara segja ykkur það, ég get ekki staðið hér í dag ef að Alli væri ekki maðurinn sem að Alli Og ég get bara ekki útskýrt með fáum orðum hvað Guð hefur blessað líf okkar mikið. Og ég búin að vera að hugsa svo mikið tilbaka síðustu vikur og sérstaklega síðustu daga út af því að þessi tímamót áttu sér stað núna í vikunni. Og mér var hugsað til brúðkaupsins okkar. Við vorum með þingmenn og ég veit ekki hvað fólk sem við þekkjum ekki neitt í brúðkaupin okkar. Mæla ekki með því, gott fólk. En þetta var yndisleg brúðkaup og við vorum alveg rennsvitna, hann var svo stressaður. En ég gleymi aldrei því orði sem að pabbi minn talaði þegar við giftum okkur. Og orðið var það hvernig líf okkar tveggja minnti á einn einstakling í biblíunni sem heitir Óbeð-Edóm. Og þið hugsið Óbeð-Edóm, hver nú það? Það nú ekki frægt nafn í biblíunni. En það var magnaður einstaklingur. Óbeð-Edóm. Þið munið eftir því þegar Davíð fór og hann var að ná í örk drottins. Allir getur þau sýnt mynd af örkinni. Ef þú ert með hann eitthvað staðar Örkin hafði verið tekin. Og Davíð konungur fékk á hjarta sitt að hann þurfti að ná í örkina aftur. Því eins og við vitum þar bjó dýr Guðs. Hann vildi örkina. Hann vildi allt frá Guði og hann fór eftir því sem að Guð vildi. Hann hafði hjarta fullt af þakklæti, hann hafði hjarta fullt af lofsöng. Og hvað gerði hann? Hann fer til Júda og hann nær í örkina. Því hann vissi að örkin átti heima í Jerúsalem. Og það sem hann gerir að hann fer og hann nær í örkina. Hann setur örkina á vagn. Og svo keyrir hann með örkina í átt að Jerúsalem. Nema hvaða, það var ekki malbyggað neitt á þeim tíma. Það voru svona ójafnir vegirnir og vagnin fer í eitthvað konar hólu. Og Ússa, maðurinn sem var að keyra með örkina, hann réttur út hendina og hann reynir að styðja við örkina. Jafnskjótt dettur hann niður dáinn. Það mátti enginn snerta örk Guðs. Þetta sló Davíð. Þetta sló hann mjög. Því hann þráði ekkert heitar heldur en að fá höfðingjadóm drottins aftur til Jerúsalem. Hann vildi gera allt til þess að þóknast Guði. En hann var hræddur. Og hvað gerir Davíð? Hann skilur örkina eftir í húsi Óbeð-Edóm. Örkin var eftir í húsi Óbeð-Edóm og þarna örkin.
búin til úr gullklumpi. Þarna bjó höfðingjadómi drottins og hann vildi meira af höfðingjadóminum en hann var hræddur. Og örkin varð eftir í húsi Óbeð-Edoms einfaldlega út af því að hús Óbeð-Edoms var næsta hús við örkina á þeim tíma þegar Ússa dó. Örkin var færð yfir í hús Ússa og hvað gerist næstu mánuði? Guð blessaði Óbeð-Edom. Hann blessaði allt sem hann átti, hann blessaði inngang hans og útgöngu, hann blessaði allt sem hann átti. Hann margfaldaði allt sem hann átti. Því að Guð er Guð margföldunar. Hann er ekki bara Guð einhvers. Hann segir, leiti ríkis míns og réttlætis og allt mun veitast ykkur að auki. Allt er ekki bara eitthvað lítið, allt það er allt. Og það sem að gerist hjá Óbeð-Edom, hann gerði í raunin ekki neitt, hann var bara nálægt örkinni. Sem er vísir fyrir okkur, vinir, ef við erum bara nálægt dýr drottins, ef við förum bara eftir því sem að drottin segir, þá mun hann blessa okkur. Því hann er trúr og réttlátur. Og þetta byggir svo lítið á mér en svo mikið á honum. Og það sem að gerist er bara næstu mánuði, þá er bara viðvarandi blessun í húsi Óbeð-Edoms og allt sem hann gerði lánaðist honum. Nema Davíð heyrði af því að allt hefði lánast honum, hann blessaði allt sem hann átti. Þannig að Davíð vildi klára málið og fara með örkina til Jerúsalem, þar sem hann átti sannarlega heima. Og Davíð tekur sig upp á samt föruneyti og hann tekur upp örkina eins og átt að taka hann upp, þá átt að taka hann upp hér. Af hverju? Því að höfðingjadómi drottins, hann þarf að vera ofar okkar höfðingjadómi. Vinni, þetta snýst ekki minn skilning eða hvað mér finnst. Það skiptir máli hvað Guði finnst. Og vinni, þegar við erum að ganga okkar kristnu göngu, leggjum til hliðar okkar eigið ágæti eða skilning og tökum upp hans skilning. Og þá mun vel fyrir sjá. Það sem að gerist er það að þeir taka upp örkin og þeir fara með hana restin af leiðinni og þeir færa fórnir inn á milli og þeir tilbiðja drottin. Örkin komst til Jerúsalem og þau bjuggu til hús eða tjald fyrir örkina. Og vinir, þetta tjald var samveru staður. Og enn á ný hefur drottin gefið okkur tjaldið að þetta hús sem samveru stað fyrir dýrð hans. Og það sem að gerist í kjölfarið er að Óbeð-Edom, hann saknar arkarinnar, hann vil bara vera það sem að Guð er. Hann vil meira af dýr Guðs. Og hvað gerir Óbeð-Edom? Hann skráir sig í lofgjörðarteymið. Hann fer til Jóhönnu á þeim tíma. Og segir, ég vil vera með. Og Jóhanna segir, komdu vertu með. Hann var ekkert rosalega lagðis, en hann var með í lofgjörðarteyminu. Hann gerði meir en það, hann skráði sig sem tónlistarmann. Hann skráði sig sem hljóðfaraleikara. Hann gerði meir en það, hann skráði sig sem hliðarvörð. Hann var djákni í húsinu. Hann vildi bara vera það sem að örkin var, vinir. Og þangað til við fáum þetta, þennan eld í hjart okkar að við gerum allt til að vera nálægt örkinni. Vinir, ég veit ástæðuna fyrir því að Guð hefur blessað líf okkar svo munar fjárhagslega, náttúrulega, hann hefur reist drengi minn upp frá dauðum. Ég hef séð Guð vinna, það er ekki út af mínu ágæti, það er út af því ég hef valið að vera nálægt örkinni alla mína tíð. Því að hann er trúfastur. Hann stendur við sitt. Hann mun aldrei skilja þig eftir. Hann gerir samkomulag ykkar á milli og hann stendur alltaf við sinn hluta. Vinir, gleymu því ekki að örkin er í dag innra með okkur. Það er komið greið leið inn í hið allra helgasta. Halleluja. Halleluja, alla og allt í þessu líka. Halleluja, takk Jesús. Og vinir, Guð hélt áfram að blessa Óbeð-Edom.
Því hann var bara nálagt örkinni. Hann vildi bara vera nálagt Guði. Hver sem örkin fór, þar fór hann. Og vinir, ef að þetta ekki gott fyrir okkur að vita. Og ég man þegar pabbi kom með þessa predikun, þegar við giftum okkur, þetta var löng predikun, mér fannst hún óeðlilega löng. Þú veist, svona þegar maður er að gefa fólk saman, maður reynir að hafa þetta mjög stutt, pabbi var bara með hálftíma predikun. En ég hef oft hugsað tilbaka og hugsað, vá, hvað þetta er rétt. Og hvað þetta er mikið blessun að við fengum þetta orð. Vinir, ég og Alli, Alla. Við trúum á Guð hér. Ég og Alli höfum nefnilega líf okkar pínlítið eins og líf Óbeð Edoms. Ég vil bara vera það sem Jesú er. Ég vil ekki gefast upp á kirkju Guðs. Ég vil sjá hana rísa og blífa. Ég vil sjá hana vinna sigra, taka nýlandsvæði. Ég vil sjá Guð hrista upp í landin okkar. Og vinir, ég ætla ekki að fara fyrir en ég fæ þá blessun og það sem að blessuna fyrir Íslands samfélag sem ég veit að tilheyrir okkur í Kristi Jesú. Má ég heyra amen? Halleluja. Og vinir, við þurfum að vera með þennan Guðmóð í hjart okkur og bara ekki sætt okkur við neitt minna heldur en nærveru heilags anda. Að við heyrum röddu Guðs þegar hann talar. Að við göngum fram í takt eftir því sem að hann vill. Halleluja. Og vinni, það er svo margir sem að byrja á göngunni og það er gott, veist, við förum á bleikt ský. Svo kemur reynsla. Og allt í einu fyrir fólk að hætta að mæta. Vinir, Guð hefur ákvarðað kirkjuna til þess að vera uppspretta blessunar í lífi fólks. Vanrækið ekki safnað samkomur yðar eins og sumraði siður. Og vinir, ég hef haft það fyrir reglu, stundum hef ég upplifað himinin eins og eir. En lang oftast hef ég upplifað eins og í dag þar sem himinin er opinn. Og vinir, ef þú vilt blessun, ef þú vilt framgang, vertu rótfastur í húsi Guðs. Vertu það sem að eldurinn fær að brenna. Og þú munt finna það, hvernig þú munt ná árangri í lífinu á öllum vígstöðum. Má ég heyra amen? Halleluja. Þannig að öll hálfvelgja hún verður að víkja. Við ætlum að fá allt frá Guði sem hann hefur fyrir okkur. Þannig ég verð að hugsa Óbeð Edom í dag. Halleluja. Ég ætla að lesa hérna hjá okkur, bara þannig að haldið ég sé ekki bara bulla. Ég veit að þið haldið það svo sem ekki neitt, en halleluja. Önnur Samúelsbók 7. kapla 10. versi. Davíð vildi því ekki láta flytja örk drottins heim til sín í borg Davíðs, heldur sneri hann með hann í húsi Óbeðs Edoms frá Gat. Örk drottins stóð í húsi Óbeðs Edoms frá Gat í 3 mánuði. Og drottin blessaði Óbeð Edom og alla fjölskyldu hans. Og það kemur seinna meira þess að fram hversu mikið hann blessaði hann. Það var í öllu sem hann tók sig fyrir hendur. Drottin blessaði fjölskyldu Óbeðs Edoms og allt sem hann á vegna arkar Guðs. Og svo eftir þessa 3 mánuði þá fór Davíð hús Óbeð Edoms og náði örkina og flutti hana heim til Jerúsalem. Halleluja. Og ég hef stundum verið að hugsa þetta varandi kirkjuna. Og hvað í rauninni það sem að gerist í húsi Óbeð Edoms er mynd upp á það sem að gerist oft í kirkju Guðs. Ef við erum bara nálagt vilja Guðs, ef við erum bara nálagt örkinni, það sem að Guð hefur útvalið til þess að tala til líðsins. Og vinir, einhverja hluta vegna þá notar Guð ófullkomna kirkju til að koma boðskap til skila. Og vinir, einhverja hluta vegna notar hann fólk eins og mig sem er bara ófullkomið fólk, sem ratar í ýmiss konar raunir, gerir stundum mistök og svo framvegis. Einhverja hluta vegna þá kýs hann að nota ófullkomin ger, en hann gerir það sér til dýrðar. Það sem hann gerir er að hann vil hjálpa okkur, hann vil að við vöxum upp til höfuðsins sem er Kristur. Að við sem ekki já í dag, nei á morgun og svo bara einhvern veginn og einhvern veginn. Vinir, við þurfum að rata beina brautir. Við þurfum að vita hver við erum. Við þurfum að planta okkur í kirkju Guðs.
Við þurfum að planta okkur þannig að við getum borið ávöxt. 30-faldan, 60-faldan og 100-faldan ávöxt. Guð hefur ákvarðað fyrir kirkjuna að hér það sem að við fáum næringu til þess að bera ávöxt. Og ég ekki að bulla. Þetta vilji Guðs fyrir okkur. Og mér langar til þess að bara undirstrika það með því að fara í aðra Mósebók, bara til þess að rifja upp hver köllun okkar sem líð Guðs. Og það mjög gott að sjá í Gamla testamentinu út að það svona fyrirmynda því sem að Guð gerði síðan í Nýja sáttmálanum og ég kem betur inn á það eftir. En við ætlum að fara í aðra Mósebók í kapla 26 og í vers 29. Og það stendur svo, ég mun ekki flæma þá undan þér á einu ári. Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir það sem að Guð byrjar innra með þér, tekur tíma. Það ferli. Og þú þarft að leyfa Guði að gera þetta ferli í lífið þínu. Og hvernig getur þú gert það með því að planta þér? Það sem að gerist í kristnu samengi að við komum saman og stundum allt í blóma, stundum allt æðislegt, en við rekumst líka stundum á. Guð gefur okkur tækifæri til þess að horfa inn á við, til þess að verði betri útgáfa okkur sjálfum. Það svo margt sem að gerist í kirkjulegu samengi sem skiptir máli. Þannig að lítum ekki á kirkjuna sem, þessi talaði nú ekki við mig í dag. Hún Sibba nú verið að knúsa mig, en það var ekkert knús í dag. Jóhanna, hún var bara að tala við Gunni, hún leit ekki einu sinni á mig. Vinni, það merkilegt hversu margir móðgast í húsi Guðs. Af hverju heldurðu það? Af hverju það? Þetta val, svo sannarlega Magga, en það út af því að óvinurinn þolir ekki einingu. Hann vill ræna frá þig fyrir blessun sem að Guð hefur fyrir þig. Og allt og margir falla á bragði óvinurins og bara hætta við. Draga sig í skil sín og hugsa bara, nei, ég á ekki heima. Ég ekki elskaður eða ég ekki elskuð eða þess á móti mér eða þess ekki nóg mikið með mér. Það merkilegt hvað margir eiga erfitt í húsi Guðs. Þessna vil ég segja eitt hér í dag. Við erum fljóta að fyrirgefa. Hættum þessu bulli. Horfum til drottins þegar ykkur móðgaði eða eitthvað svoleiðis. Vertu fljótur að rísa upp aftur. Ekki leyfa óvininum að ná tökum á þér og ræna frá þér það sem að Guð hefur fyrir þig. Má ég heyra amen? En klárum þetta. Hvað stendur svo? Hann segir á einu ári svo að landi leggist ekki auðn og villidýrunum fjölgi ekki þér til meins. Svo segir hann smám saman mun ég hrekja þá undan þér þar til þú hefur fjölgað þér og getur tekið landið að erfðahlut. Þarna komið inn orð sem að mér finnst áhugavert, erfðahlutur. Hann hefur gefið okkur land og það eins og arfur til okkar. Og við vitum það, þegar ég til dæmis að segja Gunnar og Huldumaríu, þau hafa spurt mig óþægilega oft arfinn sinn. Ég hugsaði líka bara, við ætlum að hætta að tala þetta. Svo vilja þau fara með mér eitthvað svona, þið veitir, hjá klettum. Nei, ég að grínast, ekkert svoleiðis. Þau elska mig, ég alveg samfæra það. En þegar við erum að tala arfinn, það sem ég sýni þeim í rauninni bara húsið okkar. Það svona stæðstu arfinu þeirra, þau munu erfa húsi mitt eftir mig. Og reyndar aðrar eignir sem við eigum líka, þau munu erfa þetta allt saman. Þau eru okkar lögerfingjar. Það sama gildir drottinn. Í honum öll fylling af öllu. Allur auður, öll velmegun, öll sálaró, allur friður sem hægt að hugsa sér. Það allt fólkið í drottni. Og það sem hann segir við Ísraels líðin á þessum tíma, hann segir, ég mun gefa ykkur smátt og smátt. Af hverju? Því að þið þurfa að vaksa inn í landið, segir hann. Þið þurfið að stækka inn í landið. Og vinni, það sem við flöskum stundum á, að við þurfum að vaksa bæði upp, en líka niður. Eina leiðin fyrir tré til dæmis að halda velli, að fá vind, að fá mótlæti. Og vinni, það sama gildur okkur. Það mótlæti sem að gera það verkum að rætur okkar fara dýpra.
Við berum miklu meiri ávöxt þegar ræturnar fara dýpra. Og vinir, tré og allur gróður vex á nóttinni. Hate to break it. Við vöxum á nóttinni, við vöxum þegar hlutinni gangi ekki fullkomlega upp. Við vöxum þegar við upplifum eins og við erum jafnvel að himinin sem eir. Bara þá að segja drottin, ég treysti þér, ég vel þig. Vinir, það skiptir öllu máli að velja Guð þegar okkur líður ekki vel. Ekki láta óvininn taka frá þér blessunna, því að það arfur í landinu. Og vinir, Guð hefur líka gefið þér vonaríka framtíð. Og til þess að eignast þessa vonaríku framtíð þá þarf ákveðið ferðlega sér stað. Við þurfum að endurnýja hugsun okkar. Svo við fáum að vita hver vilji Guðs hið góða. Svo við fáum að vita hið akkurat. Það ferli. Og vinni, Guð setur okkur í kringumstæður, hann setur okkur í ferli til þess að við getum vaxið og dafnað. Það til þess að við getum borið ávöxt eins og hann hefur boðið okkur að gera. Og vinni, þegar við förum í gegnum kringumstæður lífsins, þá skulum við ekki skammast út í Guð. Við skulum lyfta upp nafni hans. Við skulum þakka honum fyrir alla hluti. Því hann mun koma því til leiðar. Og það sem við höfum fengið ná til að gera, ekkert út af því að við erum eitthvað svo frábær eða klár eða við höfum bara haldið okkur við örkina. Og vinni, ég hvet þig líka, haltu þig við örk drottins. Ekki láta neitt stoppa því að koma á samkomu og fá eld frá himninum. Þannig að við breytumst. Þannig að við endurnýjum hugsun okkar. Að við séum ekki ykkur mínus frá því sem eitthvað sem gerðist í æskun okkar. Vinni, Guð vil gefa okkur sigur. Hann vil að við endum nýju hugsun okkar. Hann vil að við sleppum tökunum. Ég veit ekki með ykkur, það svo margt í mínu lífi sem hefur gerst sem að hefði ég ekki bara haldið áfram, þá væri ég bara undir sæng í dag. Vinni, við þurfum að henda af okkur sænginni, rís upp og fara að lofa Guð í öllum kringumstæðum. Má ég heyra amen. Gefið þið ekki óvinninu færi á að taka frá ykkur blessunna. Því hann með blessun fyrir þig. Drottinn það Hann með blessun fyrir þig. Ég ætla að reyna að hraða máli mínu. Smá tími hérna en þá? Halleluja. Þetta nefnilega gott. Rétt hjá því að Guðmundur. Af hverju tala ég þessa ferð? Af hverju ég alltaf að minnast á ferð Móse með líðin frá Egyptalandi yfir í Kanasland út af því það andleg mynd fyrir okkur. Egyptaland mynd af því þegar við vorum enn í syndum okkar og svo kom blóðið, það kom þessar pláur og síðasta pláan þá áttu þau að setja blóð yfir dyrastafina sem mynd upp á blóð Jesú sem hreinsar okkur af öllu ranglæti. En vinni, staðsetning okkar skipti máli. Hann gaf blóð sitt, en ef þú heldur áfram að búa í Egyptalandi þá myndu aldrei upplifa hunang og gnægtirnar sem að búa í nýja staðnum sem að Guð hefur fyrir okkur. Skiljið hvað ég að meina? Þannig að staðsetning skiptir máli. Þannig að vera í húsi Guðs langan aldur skiptir máli. Það skiptir máli ef við ætlum að bera ávöxt. Má ég heyra amen? Halleluja, það kraftur hér í dag. Og það stendur hérna, ég vil systkina, ykkur skulle ekki vera ókunnugt það. Alert með þetta. Það að forfeður yðar voru allir undir skýjun og gengu allir yfir hafið, allir voru þeir skýrður í skýjun og hafinu til fylgdar við Móse, allir neyttu hina sömu andlegu fæðu og drukku hinn sama andlega drykk. Þeir drukku af hinum andlega kletti sem fylgdi þeim kletturinn var Kristur. Og vinni, þetta andlegt fyrir okkur og hérna stendur í 11. versi, allt þetta kom yfir þá sem fyrirboði. Það fyrir okkur í dag. Það sem að gerðist hjá þeim fyrir okkur í dag. Það stendur hérna sem fyrirboða, það ritað til viðvörun okkur sem endir aldana komin yfir. Þannig að þessi ferð þeirra skírskotun fyrir okkur. Og vinir,
Guð hefur fyrirheitnarland fyrir okkur. Og vinir, þú munt aldrei upplifa fyrirheitnarlandið ef að þú ert eitt í dag og annað á morgun. Ég hveti til þess að planta þér. Ég hveti til þess að leyfa rótunum að fara niður. Þegar það koma vindar, þegar einhverjir ekki góði við þig, slepptu af því tökunum, vertu fljótur að fyrirgefa og lyftu upp nafni Jesú í öllum kringumstæðum. Gefðu þakkir í öllum hlutum. Halleluja. Ekki láta óvinnin stela frá þér. Halleluja. Og vinir, það barátta kirkju Guðs í dag. Og við ætlum að sigra þessa baráttu. Halleluja, því að við höfum sigrað fyrir blóð lambsins og orð vitnisburðarins. Við ætlum að sigra þessa baráttu. Hvernig ætlum við að gera? Með trúfesti. Við ætlum að vera trúföst við ríki Guðs. Má ég heyra amen? Halleluja. Og það stendur hér í sálmunum, drífum okkur þangað 92, réttlæti dafna sem pálmi, það heil predikun þarna. Pálmar, ég verð bara að fara aðeins í þetta. Pálmar eru þannig að þeir geta bognað alveg hingað og þeir rísa alltaf upp aftur. Og við erum kölluð til að vera pálmar. Þegar ofsaveður koma þá fara þeir á hliðina, þeir gera það. En þeir rísa alltaf upp aftur. Þeir rísa alltaf upp aftur. Og vitið hvað gerist meira segja? Það kemur yfirleitt vaxta kippur í pálmann eftir átök. Og vinir, ef að við erum komin á þann stað með Guði að við förum í gegnum átök og við tökum vaxtar kipp, þá eitthvað farið að gerast. Þá Guð að vinna. Og þá fara hlutirnir að gerast. Má ég heyra með hann? Halleluja. Höldum áfram með versið. Ég eitthvað svo kappsum í dag. Eins og pálmi vaxa sem setrustré á Líbanon. Þeir eru gróðursettir í húsi drottins. Davíð vissi hvað hann var að segja. Davíð lofgjörð og leiðtoðin okkar. Alla eilíf, konungur að eilífu. Hann vildi vera rótfastur, gróður settur í hús drottins. Og hvað stendur þar? Það stendur svo, bera ávöxt, þeir blómgast í forgurum Guðsfoss, bera ávöxt í hárri elli, eru safaríkir og grænir. Hafið þið tekið eftir hvað ég safarík? Ég græn? Bæði græn og safarík. En við eigum að vera græn og safarík, andlega. Koma allir grænir hér næstu helgi, með svona málingu í andlutinu, með svona græna stríðsmálingu. En það sem ég vil meina það að þegar við förum í gegnum kringumstæður lífsins og við látum kringumstæðurnar gera það verkum að við skjótum rótum, þá berum við mikinn ávöxt. Og þegar ekki takkar okkur, þá breytir Guð hjarta okkar. Og ég veit ekki með ykkur, en ég sé langa leiðir þegar fólk búin að ganga göngun með drottni Jesú Kristi, því að það fyrir að bera svo fallegan ávöxt. Og ávöxtir andans kærleikur, gleður, fríður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóværð og bindindi. Halleluja. Og ef þið sjáuð ekki þessa ávexti, ef þið sjáuð ekki hjá ykkur, spurðu þá drottin, ég rótfastur? Ég að leyfa þér að vinna með mig í öllum kringumstæðum, vinir? Út af það aðkallandi að kirkjan rísi upp og verði allt það sem hún eigi að vera. Má ég heyra með hann? Halleluja. Þannig að fyrir okkur, ef þú ætlar að bera mikinn ávöxt, og ég segi það aftur, við vorum að tala það eftir að við vorum á hóteli eina nótt. Ég og Ali, bara ég og Ali, ekki börnin. Og við vorum að tala hvað Guð hefur verið miskunnsami við okkur og hvað hann búin að blessa líf okkar ótrúlega mikið. Og ég alveg, ég ekki vitlaus kona og ég alveg freka klár, vil ég alveg meina. Og ég heyra með hann. En ég ekki það klára alla þær blessanir sem Guð hefur látið yfir mig koma hefur ekkert með mig að gera. Það hefur með trúfestu okkar við Guð að gera. Og ég að segja ykkur það, Guð á heiðurinn af þessu öllu saman. Það bara þannig. Guð hefur blessað okkur út af því að við höfum sýnt honum trúfesti. Og vinni, ef þið viljið blessum Guð, sýnið þið honum trúfesti í öllu því sem þið gerið og hann getur ekki annað en blessað ykkur. Þannig drottinn. Við leitum ríkis hans og réttlætis og allt. Má ég heyra allt?
Akkurat. All things. Nákvæmlega. That's right, Callum. Takk, Jesús. Þannig að við eigum að vera rótföst. Hvar eigum við að vera rótföst? Í ríki Guðs. Og við vitum það, vinir, að örkin núna ekki bara á einum stað. Þegar Jesú fór á krossin, þá opnaðist leiðin inn í hið allra helgasta. Og hann opnaði leið þannig að við getum með djörfung gengið fram fyrir hástól náðar Guðs. Og við getum komið með djörfung fram fyrir hann út af því að við erum lauguð í blóði lamsins. Hann hefur tekið syndirnar okkar burt og hann hefur meira að tekið meðvitundum syndir burt. Og vinir, hann býr innan með okkur. En það þýðir ekki að að við þurfum ekki á kirkjuna að halda. Við erum ennþá limir á líkama. Og vinir, ef einn puttin eitthvað stað frammi og annar eitthvað stað á Norðurlandi og hvernig á það að virka? Við þurfum að koma saman. Og reyndar það þannig, ef að líkaminn hættir að vinna á móti sjálfu sér og fer í uppreist gagnvart sjálfu sér, þá erum við veik. Það það sem að gerist þegar maður fær til dæmis Parkinson. Þá gerir líkaminn uppreist gegn sjálfum sér. Og við erum ekki kölluð til þess að vera andleg Parkinson sjúklingar í ríki Guðs. Við erum kölluð til þess að starfa saman í einingu. Og við munum það þegar Jesú kom, hann sagði þeim að bíða. Hann sagði þeim að bíða á ákveðnum stað eftir hann fór á krossin. Hann sagði bíðið, komið saman. Og hvað gerðu þeir? Þeir komu saman. Þeir báðu saman, voru örugglega að lyfta upp nafni drottins, voru að lofa Guð og voru að bíða eftir einhverju stórkostlegu og allt í einu þegar þú voru í einingu andans þá kemur kraftur frá himninum og hann fyllir húsið og allt í einu var allt breytt og þeir fylltust heilugum anda. Vinir, lykilatriði, þeir voru samankomnir í einingu andans. Og vinni, ef við viljum sjá Ísland unni fyrir Krist, þá þurfum við að læra að gangi í takt. Við þurfum að læra að lyfta upp nafni Jesú. Við þurfum að læra að láta ekki einhverja hluti sem að skipta ekki máli taka alla okkar athygli. Má ég heyra amen? Halleluja. Dísi Guði. Ég alveg að vera búin, ég lofa. Önnur Mósebók í 25. kafla í versi 2. Drottinn ávarpaði Móse og sagði, segðu Ísraelsmönnum að þeir skuli færa mér afgjald. Þeir skuli færa mér afgjald frá hverjum þeim manni sem lætur það af hendi af fúsum vilja. Við ætlum að fara síðan í 8. vers. Þeir skuli gera mér helgidóm svo ég búi á meðal þeirra. Það er áhugavert að skoða leið og þeir voru komnir út úr Egyptalandi í gegnum Rauðahafið. Það fyrsta sem að Guð gaf Móse, það var skipun að byggja helgidóm. Ef við ætlum að fara inn í Kanasland, þá þurfum við að vera trúföst við helgidómin. Þetta helst í hendur. Og vinir, ef þú ætlar að fá alla þá blessun, þá þarft að stunda Jesú. Þú þarft að deyta Jesú. Þú þarft að hitta hann á hverjum einasta degi, þú þarft að biðja til hans. Þú þarft að hleypa honum inn í lífið, þú þarft að leyfa honum að tala til þín. Þú þarft líka að hverfa frá ákveðnum hlutum sem að valda þér truflunum andlega. Ég man þegar til dæmis þegar hruni varð á Íslandi, ég þurfti að slökkva á sjónvarpinu, ég þurfti að slökkva á útvarpinu, hætti að vera að hlusta á þennan óbjóð endalaust. Og vinni, það getur verið öðruvísi hjá þér, en við þurfum að helga okkur. Við þurfum að hreinsa okkur. Við þurfum að koma fram fyrir hann og við þurfum að heyra rödd hans. Og vinir, við þurfum að vera kirkja sem heyrir rödd hans. Halleluja. Má ég heyra amen? Þannig að vinir, í dag, þegar við ætlum að byggja, þannig að við getum fengið allt það sem að Guð hefur fyrir okkur. Þá er númer 1, 2 og 3 persónlegt samband við Jesú og trúfesti við kirkju hans.
Og ég ætla að segja þetta aftur, persónlegt samband við Jesú og trúfesti við kirkju Guðs. Hann hefur ákveðið að setja blessun sína inn í kirkjuna. Akkurat núna í dag, þá eru allir hér inni uppörvaðir. Ég skal bara lofa ykkur því. Ég var uppörfið að heyra Svöfu tala áðan og vinkonennar tala áðan það verkefni sem að TC skólinn að gera. Og ég veit, jafnvel þótt að mín predikun sé ekki eitthvað fullkomin, þá Guð með í þessari predikun og hann uppörvar ykkur. Og vinir, það sem að Guð gerir fullkomið. Og það sem við eigum að gera, við eigum að ganga gönguna saman. Ég á að hjálpa Kalum hjálpa mér. Guðmundur hefur oft hringt í mig og uppörfa mig. Stundum skamma mig. But it's all good. Nei, hann skammar mig aldrei. Jú, hann setur svona gatta, hann setur svona gatta í hreiðri mitt. Fær mig til þess að færast úr stað. En pointið þetta. Guð hefur ákvarðað kirkju sína til að bera ávöxt. Ef þú vilt bera ávöxt, þá ferðu eftir þeim fyrirmælum sem Guð gefur. Má ég heyra amen? Má ég heyra amen? Má ég heyra amen? Amen. Þessi með þetta. Hann alveg með þetta. Tísi Guði. Amen. Yndislegur. Og já, þú mátt segja hátt og skýrt amen. Það flott. Rísum að veitur. Á hvað stytta þetta örlítið.